það því miður og meira segja í góðæri verið að draga úr framlögum ríkisins til vísinda, til háskólans og til vísinda. Og það voða erfitt að búa við það í góðæri. Og ég held að við erum bara frekar lítið svona meðvituð mikilvægi vísinda á Íslandi. Við erum fyrst og fremst menningarsamfélag. Þannig að menningin á alltaf automatískt samúð okkar. Ég hef búið í fjölmörgum löndum og þar samúð með vísindum og svona meðvitundum mikilvægi þeirra miklu meiri. Þannig að það er svolítið sérstakt, gott og vel að við byggjum hörpur og svona, en við eigum ónýtan spítala og við erum að fækka námsgreinum við Háskóla Íslands og við getum ekki unnið þær rannsóknir sem við viljum vinna. Það er svolítið slæmt í góðæri. Ég held að það væri hægt að bæta kannski sérstaklega þannig aðkomu háskólans og að þessu og hjálpa vísindamönnum að hafa upp á styrkjunum, finna hvað í boði, því að við vísindamennir erum oft upptekin við að sinna vísindunum. Þannig að við náum oft ekki að finna hvaða styrkir í boði og oft áttum við okkur á því eftir að deadline liðið að það var hann styrkur sem við hefðum viljað sækja í. Síðan mætti koma á kannski auknu samstarfi sérstaklega innan heilbrigðiskerfisins á milli háskólans og Landspítalans rannsóknir og virkja betur báðar þessar hliðar, háskólan og lækna, hjúkrunarfræðing og fleiri innan heilbrigðiskerfisins til samstarfs. Ég held að það væri svolítið góður punktur. Það skiptir auðvitað máli að tryggja að fjármagnið sé nægilegt. Við þurfum sérstaklega að huga að því að styðja við unga vísindamenn. Það kannski það sem aðkallandi á næstu árum og áratugum. Við stöndum á ákveðnum tímamótum á Íslandi þar sem að mikið af störfum í boði sem ekki krefjast háskólamenntunar. Þau draga til sín ungt fólk. Þannig við þurfum að passa að unga fólkið sem að mennta sig og því fleiri því betra að sé að fá greitt fyrir það sem það að verja tíma sínum í.